Lögreglunni barst tilkynning einkennilegt akstursslag bifreiðar sem ekið var frá Selfossi áleiðis til Reykjavíkur miðjan febrúar 2007. Bifreiðin ók milli vegarhelminga og skapaði töluverða hættu. Til allrar hamingju voru þó fáir á ferli enda klukkan rétt 5 morguninn. Eftir að lögreglunni barst tilkynning bifreiðina ók hún í átt að henni. Bíllinn sem var að gerðinni Mercedes-Benz birtist svo skyndilega á Hólmsá og hófst þá eftirför lögreglu. Talið að ökumaðurinn hafi náð allt að 150 km hraða þegar mest var og því átti lögreglan í erfiðleikum að fylgja bifreiðin eftir. Þegar komið var að Rauðavatni var lögreglan þó komin á hæla ökumannsins. Ökumaðurinn sinnti ekki merkjum lögreglu að stöðva bifreiðina og því barst eftirförin inn í borgina. Eins og sjá má voru aðstæður varasamar. Miklir pollar voru í hjólförum og rigning og hafðu rúðuþurrkur lögreglubifreiðarinnar vart undan. Ökuhraði bifreiðarinnar var enn gríðarlegur þegar henni var ekið niður Breiðholtsbrautina. Lögreglan veit á þessu stigi máls að það þarf ekki nema einn bíl til að aka í veg fyrir akstursstefnu bílsins til að úrverði stór slys. Allt kapp lagt á að stöðva bifreiðina. Og lögreglan fékk tækifæri til þess skömmu síðar þegar bíllinn beygði að Breiðholtsbraut á Reykjanesbraut í átt að Reykjavík. Guðmundi S.T. Sigmundssyni, rannsóknarlögreglumanni, var falið að rannsaka vettvang. Þeir náðu honum alveg á réttu augnabliki. Það er það sem að þeir hugsuðu rétt, funduðu rétta tímann. Á vegarkaflanum á Breiðholtsbraut við Varsendaveg. Þar fer hann fram úr bíl. Kom bíll á móti, náði að hægja á en fer svo fram úr bíl. Skapaði það náttúrulega hættu fyrir þann ökumann. Svo fyrst og fremst var þetta hans eigin hætta meðan ekki var umferð. Enda kom það líka ljós að hann hafði nærri búinn að missa bílinn tvígang út af. Til marks hraða má nefna það að það tekur hann 1 mínútu frá gatnamóti Varsenda, Breiðholtsbraut Varsenda og þar til hann stöðvaður á Reykjanesbraut Breiðholtsbraut. Þegar við komum á vettvang þá náttúrulega búið að fara með viðkomandi ökumann á lögreglustöðina og okkar náttúrulega að taka myndir og reyna að sjá út hvað þarna gerðist. Fá stýringu á þeim lögreglumönnum sem tóku þátt í eftirförinni. Og svo í framhaldi var farið niður á lögreglustöð og rætt við viðkomandi ökumann. Það var mjög alvarlegur. Málið að hann virðist ekkert átta sig á því að lögreglan hafi verið á eftir honum fyrir bara hann í lokin. Það segir framburðurinn hans.